Nú ætlum við að halda áfram að leggja saman eða draga frá algebrubrot sem eru almenn brot með bókstöfum í einhvers staðar. Hérna sjáum við almennt brot sem er með bókstafastæðum og það sem ég þarf að gera til þess að átta mig á því hver samnefnarinn er, það er að þátta. Ég get ekkert þáttað þetta hér. En ég get þáttað þetta hérna. Ekki það sem er upp á striki, en það sem er undir strikinu get ég þáttað í 2 sviga. Og það er x plus 3 eða x plus 4. Skiptir engu máli hvort er á undan. Ef þið eruð í vafa hvernig á þátt þetta, þá skulum við skoða eitthvað af myndböndunum sem ég gerði um þáttun. En hérna sjáum við að það sem vantar upp á til þess að þetta sé eins, þá þarf ég að lengja þetta með x plus 4. Og þar af leiðandi að margfalda líka hérna fyrir ofan strikið. Og þá fæ ég x í öðru. Við skulum gera þetta kannski bara svona x plus 4 mínus 2x og þá breytist formerkið hérna inni út af þessu mínus því að ég er í raun að margfalda þetta inn. Mínus 3 og undir strikinu er x plus 3, x plus 4. Ég er búinn að setja upp á 1 strik. Það næsta sem ég geri er einfallega að draga þetta saman. Þá fæ ég hérna, þetta er x í öðru plus 4x og þá setur eftir x í öðru plus 2x mínus 3 og aftur er x plus 3, x plus 4. Ég dró bara saman að því ég er með 4x mínus 2x það eru plus 2x og svo 4 mínus 3. Svo er bara þessi mínus 3 hérna. Fjarkinn hérna hann fór út af því hann margfaldaðist við x-ið. Og nú get ég þáttað þetta í 2 sviga. Það er x plus 3 og x mínus 1. X plus 3, x plus 4. Nú má ég stytta út heilan svega móti heilum svega og þá er eftir x mínus 1, x plus 4. Og ég ger ekkert meira við það. Hérna er örlítið snúnara dæmi. Einfaldlega vegna þess að það er flóknara að finna samnefnaran hér. Það sem ég þarf að gera er að þátta það sem ég get þáttað. Ég get tekið 3 út fyrir svega hérna og nú ætla ég að gera smá undantekningu bara til að spara pláss. Ég ætla bara að þátta til þess að byrja með 3, x plus 3, 2, x plus 3. Hérna fæ ég 3 og þá er eftir x í öðru mínus 9 sem að ég þátta í x plus 3, x mínus 3. Nú sjáum við að það er x plus 3 allstaðar. En svo eru 2, 3 og 3 og svo x mínus 3. Þannig að ég þarf að margfalda með 2 hér. Í raun margfaldi í gegn með allri góminu, það er að segja 2 sinnum 3 sinnum x plus 3 sinnum x mínus 3. En það sem ég á eftir að margfalda með hér er þá 3 sinnum x mínus 3. Hér á ég eftir að margfalda 2 x mínus 3 og hérna aftast á ég eftir að margfalda með 2. Þegar ég er búinn að því, þá er nefnarinn minn 2 sinnum 3, x plus 3, x mínus 3. En þetta verður aðeins núna það sem kemur upp á strikið. Þá er þetta 15x plus 45 plus 16x mínus 48 mínus 22
22x mínus 24. Þetta fæ ég út úr þessum margföldunum hér. Ég í raun set til dæmis þetta sjálfsögð inn í sviga og þetta, það borgar sig kannski að skrifa þetta niður í aðeins fleiri skrefum en ég er að taka. Það getur sér ágætt að til dæmis margfalda þristin hérna inni og margfalda svo við 5 og skrifa ég niður hvað kemur út úr því. Sama hér, tvistin inni fyrst og svo áttuna við það. Ég tók þetta allt bara í einu stökki. Svo þarf ég að draga saman. Hvað kemur út úr þessu? Ég er ekki með 1x í öðru. X-in þegar ég dreg þau saman, þá situr eftir 9x pluss 27. Og aftur er ég með 2 sinnum 3 x pluss 3 x mínus 3. Og hér get ég tekið 3 út fyrir sviga. Nei, 9 segi ég út fyrir sviga. Og þá verður eftir x pluss 3. Og hérna er 2 sinnum 3 x pluss 3 x mínus 3. Ég má alveg stytta út skrifa 2 sinnum 3 sem 6. Ég ætla aðeins að breyta til hérna. Ég ætla að skrifa þetta sem 3 sinnum 3. 3 sinnum 3 er 9. Því að þá sjáum við, ég stytti út 3 á móti 3, x pluss 3 á móti x pluss 3. Og þá er eftir 3 upp á striki og 2 svíin x pluss 3 fyrir neðan. Það sem skiptir máli í þessu er það áttið ykkur á af hverju ég er að margfalda saman og með hverju. Það að ná að leiða til enda án þess að gera einhverjar villur er bara handavinna og það borgar sig í svona dæmi þó að ég hafi ekki gert það því að ef ég hefði skrifað allt niður sem ég hugsaði það gerði þau hefði aldrei komið í fyrir á skjáin hjá mér. Það er svolítið kjánulegt að fara yfir á næstu blaðsíðu. En það borgar sig þó að ég hef ekki gert það að skrifa meira heldur en minna.